Jón Ágúst Eyjólfsson, þjálfari meistaraflokks. Herðu, tap í fyrsta heimaleik gegn Tindastól. Það var samt hörkuleikur þó að hafi nú ekki byrjað vel í fyrsta leikluta. Hörkuleikur. Já, það er rétt. Þetta var hörkuleikur. Við bara byrjuðum ekki leikinn og við lendum 15-0 undir og erum upp á staði þá munur hann liðunum. En það verður nú að taka ofan fyrir stelpunum, hattin ofan fyrir stelpunum það að þær komu grimmað til leiks í öðrum og þriðja leikluta og sýndu klærnar eins og sanna kísur að gera og þetta var alvöru leikvar á tímabili. Já, vissulega við náum svona 5 stig og þetta er bara opinn leikur og mér fannst svolítið, það er ljótt að segja að þjálfarinn var að dæma en það finnst svolítið eins og það hefði hallað svolítið á heimaliðið. Ég veit ekki hvað það var sko, mér fannst að komast upp svolítið slátt en ég ætla ekki að vera að kenna því þetta var bara arfaslagur byrjunarkafli í okkur. Og það kom bara í bakkjáðu? Já, það er bara þannig, ef þú byrjar ekki leikinn frá fyrstu mínútu þá er þetta brekka. Það tekur miklu orku eins og sá sem að fjalla leikinn sagði, það tekur miklu orku að elta allan leikinn. Ég var virkilega ánægður með hvernig það er komið inn í vörnina eftir þennan slæma kafla í byrjun. Ég held að Tindastóll hafi ekki skorað í einhverjar 5 mínútur, jafnvel meira örlöglega sko. En þetta er eitthvað sem þið ætlum væntanlega ekki að láta endurtaka sig á laugardaginn þegar KFÍ kemur í heimsókn. Nei, það ætla ég rétt að vona ekki. Ég meina það er kunna alveg að spila körfubolta, vita alveg hvað er að gera. Þetta er bara, hvað maður segir, eins og maður segir sko, á mánuði síðan að spiluðu síðast, ég veit ekki hvort það voru ryðgaðar strax, en það er náttúrulega styttra á milli leikja núna, þannig að það ættu að vera óryðgaðar. Svo, ég var svo, sko, ef maður fer yfir eins og aftur í síðasta leik, það verður líka að taka ofan hatti fyrir ungu stelpunum sem voru að koma með að stíga bara sterkar inn og voru bara dálítið brattar. Já, ég meina þær eru búin að mæta á æfingar og standa sér vel og auðvitað nota maður þær þá. Ég er afskaplega hrifinn af því að gefa ungu leikmönnum tækifæri. Og þær hafa náttúrulega mikla reynslubolta með sér eins og Ernu og Anna Helgu sem að muna nú tímanna tvenna. Já, algjörlega, það er ekkert slæmt fyrir þjálfara að hafa svona leikmenn í sínum röðum sko, sem að hafa keppt titla í fjölda skipta og verið í kringum landslið og svona. En segðu mér, hefur þið kynnt þér eitthvað, hvernig lið KFÍ er í núna? Heyrðu, ég fekk smá upplýsingar það er einn sterkur leikmaður sem kom tilbaka heim í KFÍ frá Snæfell. Hún er víst seig, en svo er ég skoðað tölfræðina og þetta er svona, það er eina sem ég hef gert sko. Ég hef ekki miklar upplýsingar það, nei. Þetta kannski þýðir ekkert og borgar sig ekkert að velta sér of mikið bara að stagnum, en bara gera það sem er eins vel eins og við geta og sjá hverju það skilar. Já, algjörlega, ég meina það skipti engum máli við hverju vorum að spila hérna síðast. Það er bara, ef við spilum okkar leik og frá fyrstu mínútu þá hef ég engar áhyggjur sko. Það er hugur í hópnum? Já, algjörlega. Það er vilja sýna hvað að geta. Við erum náttúrulega að hvetja fólk til að koma og stiga stelpurnar til sjús. Já, það er bara, stuðningur er bara 70 maður á vellinum, það er bara þannig. Hann er gulls í gildi. Það er rétt, hann er gulls í gildi. Herðu, sjáumst á laugardaginn og gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega.